Það eru 6 dagar síðan ég las fyrirsögn á internetinu. Hún var mátti ekki kalla dómaran lausláta mellu. Og þetta nú mál sem að þið þekkið nú kannski, fjallar það að Margrét Friðriksdóttir, hún var þennan dag fyrir nokkrum dögum dæmd til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þetta gerist nú ekki á hverjum degi að ummæli sem þessi falli, hvað þá að þetta rati fyrir dómstóla. En í niðurstöðu dómsins segir að þessi ekki krafist að ummælin séu dæmd dauð og ómerk. Þau standa því, en eigi að síður þá þurfti Margrét að greiða sem sagt sekt. Og í kjölfarið á þessu þá las ég skrif hennar á internetinu að fjölmiðlar væru svolítið í því að þakka Margréti og hefði ekki samband við hann, og ég hugsaði með mér langar að kynnast þessari konu sem að ég hef lesið og séð til í mörg ár en aldrei hitt. Og við Ásdís Olsen við ætlum að prófa í fyrsta skipti að kynnast viðmælanda saman. Já. Er það ekki? Jú, og það er svolítið góð hugmynd. Ég held hann treysti mér ekki alveg að spyrja, ég er ekki með sama fréttanef. Jú, það er fullkomið traust. Bara stundum getur verið gaman að vera bara gaman að prófa þetta já, og við komum kannski úr sikkur áttinni. Já, kannski. En Margrét Friðriksdóttir, vertu velkomin að Rauða Takk fyrir gaman að fá þig. Takk fyrir, kærlega, og takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma. Bara fyrst allra miðla. Já, er það? Það er bara heiðurinn á því. Ertu þögguð? Ég vísu, þeir fjölluðu reyndar þetta að gefa þeim líka strákunum kredit þannig á nútímanum. Þeir fjölluðu þetta og Já. En svona, mér hefði nú fundist að vera svona hlutverk RÚV og annara miðla sem hafa nú mætt í dómsal að ræða við mína hlið. Já, fá viðtal við í kjölfar þessa dóms. Því að það er náttúrulega í fjölmiðlalögum og líka með þessar lögum RÚV að það ber að gefa öllum kost á að tjá sig sérstaklega aðilumáls og gæta hlutlægnis, þannig að ég get ekki sé að þetta sé beint merkjum hlutlægni þegar að það er bara að tala um mig en ekki við mig. En sko áður en fyrir lengra, líturðu á dómsniðurstöðuna sem hreint tap eða felst líka einhver viðurkenning í því þar sem að ummælin þeim er í rauninni þau eru ekki dæmd dauð og ómerk? Sko það sem að náttúrulega skiptir mestu máli og kemur ekki fram í þessari frétt að þetta er ekki bara 200.000. Sektin er 200.000 sem að er mjög lág. Það er einmitt gert að ég til að koma í veg fyrir að ég geti áfrýjað til Landsréttar af því að lágmarks viðmið við það er sektardómur þá er það að mér skilst 1 til 1,5 milljón. Þannig að við þurfum að sækja undanþágu og það mun kosta mig pening til að sækja það. Síðan gleymist aðalatriði að ég var skilin eftir með rúma 3 milljónir í málskostnað. Það voru 3,8 milljónir í málskostnað og það hlýst af vegna klúðurs ákæruvaldsins og dómarans. Dómarinn ítrekað frestaði uppkvæningu sem er brot á mannréttindasáttmála Evrópu, 7. grein, og ef að það gerist að dómari ítrekar frestar uppkvæningu þá fellur það á ríkið að greiða slíkt klúður. En hins vegar þá er ég látin bera allan þungan af þeirra eigin klúðri. Jókst kostnaðurinn þess vegna? Já, þannig að þetta er margfaldur málskostnaður út af klúðri hjá ákæruvaldinu og dómaranum. Það er miklu meiri málskostnaður hjá sækjanda heldur en þér, eða hvað? Þetta er oftast málskostnaður í svona málum kannski 1 til 1,5 milljón. Þetta er alveg 3-faldur kostnaður og það kemur skýrt og eins og ég benti líka á vegnum mínum að hvernig mannréttindadómstóllinn tekur á svona lögu. Það kemur skýrt fram að þetta sé mannréttindabrót og ég er rétt á skaðabótum frá ríkinu vegna þessara tafa. Þannig þú ert að fara áfram með þetta mál? Já, sjálfsög. Mannréttindadómstólsins? Já, þannig að þetta við erum að áfrýja núna. Ég þarf að leggja út nokkur 100.000 til að greiða lögfræðingnum til þess að sækja undanþágu til þess að geta sótt, til þess að geta áfrýjað til Landsréttar.
Það þarf að fara fyrst til Landsréttar áður nú fer til Já, það þarf að loka öllum leiðum hér, þannig ef það verður neitun hjá Landsrétti að þá fer það beint í Mannréttindadómstólsins. En bursið frá þessari kostnaðarlegu hlið, þegar þú heyrðir af dómsniðurstöðin og lastana, upplifir þetta sem algjört tap eða er þetta svona blendin? Nei, ég upplifi þetta bara sem spillingu. Það er vegna þess að það kemur náttúrulega skýrt fram sko að þú veist meiri segja sko það er algjör vanreifin með þess að á þessu sko að þú veist að hún er ekki einu svona spurð þessi kona þetta snýrað ástarsambandi þeirra í skiluru hjúskapabroti og svoleiðis. Hvað þeirra? Á vinnutíma innan veggja dómstólana. Þetta ástarsambandi 2 dómara innan veggja dómstóls á vinnutíma. Og það er Barbara og Símon. Já. Og þetta er náttúrulega saga sem er búin að ganga fjöldunum herra allt Ísland. Er þetta hins svokallaði Símon Grimmi? Já. Og þau eru spurð út í þetta ástarsamband. Hún neitaði því fyrir dóminum og hans baðst undan því að svara vegna þess að hann vísaði í grein nummer 118 hegningarlaga eða ef maður myndi svara þessari spurningu þá gæti það skadað hans mannorð eða hans skiluru þú veist hvað ég var að segja tekju þú veist innkomu eða svoleiðis og það er leyfi í hegningarlögunum fyrir opinbera starfsmenn þetta er líka í Bandaríkjunum þessi 5. grein að þá mega menn neita því að svara eða skadar þá persónulega og á þeim forsundum þá ákvað hann ekki að svara hún ákvað að neita þessu þannig að þeim bar ekki einu svona saman þá kom mikill vafi í málið og svo fekk lögfræðingurinn minn þær upplýsingar og hann er búinn að skrifa það í grein á Vísir að hún reyndi að hafa áhrif á vitnið að reynda að fá hún til að ljúga fyrir dómi líka og það er mjög alvarlegt að fremja meinsæri í dómsal tala nú ekki ef þú ert dómari að reyna að fá saklausa mannesku dæmda ranglega að grundvelli falsupplýsinga. Hvernig vildi hún fá til þess að ljúga? Hún reyndi að fá Símon til þess að ljúga til þetta samband þeirra. Hann viðurkenndi það? Já, það er komið fram. Við þinn lögmann? Já. Það er merkilegt. Já. Hver er þinn lögmaður? Hann heitir Hilmar Garðars Þorsteinsson og hann fekk þessar upplýsingar og hann er búinn að greina frá því bæði í málsvörninni og líka í písli og Vísir. Þá greinir hann frá þessu. Akkur heldur að Símon hafi ekki viljað? Já, það hefur náttúrulega ennþá verra fyrir hann að ef hann er dómari og hann lýgur eða svarin fyrir dómi. Að það er náttúrulega mjög alvarlegt mál. Og það má ekki gleyma því líka að þetta varðar alltaf 16 ára fangelsi að fremja meinsæri í dómsal gagnvart saklausu fólki, sko. Saklausu fólki. Þetta er bara mjög alvarlegt hegningarlaga brot þegar að opinberi starfsmenn misnota sér stöðu sína. Það flokkast undir svona valdníðslu. En ég er að spá í þetta, nú er þetta svona svolítið einkamál. Er þetta eitthvað sem að við eigum að vera fjallum yfir höfuð opinberlega? Hver er svo í á hverjum? Já, sko, það er nefnilega athyglisvert að þú segir þetta sé einkamál. Og Mannréttindadómstóllinn er ekki sammála því. Það er ekki einkamál. Þegar að dómarar fremja brot á sínu starfsskildum á vinnutíma í okkar við gerum kröfu það við almenningur að dómarar séu með gott siðferði og dómgreind í lagi þannig að það er ekki einkamál ekki samkvæmt Mannréttindadómstólnum þegar að brotir á þennan hátt það hefði kannski verið einkamál eða þau bara verið að hittast eitthvað stöður upp í sumarbústað og ég hefði kannski leið þarna á glugganum með eitthvað skilur það hefur verið alltaf mál en þetta er svona rúmor og þetta er vitað og þetta er staðfest vegna þess að það var dómari sem gekk inn á þau þegar að þau voru þarna í þessum athöfnum. Fékkst þú upplýsingar um það? Ég er með þess staðfest og það er náttúrulega var kallað það líka kom fram í dómskjöl í málflutningnum að það var kallið út sálfræði teymi skilur frá sálfræði stofunni Líf og Sál og út af þessu atviki á vinnustan. Á vinnustan, já. Út af þessum þeirra nána sambandi. Það var fjöldi dómara sem að kvartaði yfir þessu vegna þess að þetta brýtur lög dómstóla. Þú veist, það stendur í 29. grein að ef að dómari fremur eitthvað svona athæfi, svona verið aðiland nexismáli sem er til þess fallið að rýra traust og trúnað til dómstóla embættisins
að þá uppfyllir hann ekki lengur hæfniskröfur. Og það sem gerðist í framhaldi þessi sálfræðiskýrsla, hún var gefin út og þetta var kvartað, það var sent í dómstóla sýslunar. En það sem gerðist þar, að þar var sá sem yfir dómstóla sýslunni þar, ég tíu hvort ég á nafngreinan, sjálfstæðismæður, Benedikt Bóasson, hann stakk því svona í skúffu og eins og ekkert væri og síðan í framhaldi fekk hún stöðuhækkun í rauninni. Hún er framhaldi að þetta kemur upp þá er hún gerð að vara dómstjóra og hann er dómstjóri ástmaðurinnar. Þannig að þannig komið mjög mikil þannig komið mjög mikil hagsmunaárustur og þetta er líka það sem Mannréttindadómstóllinn algjörlega segir að þetta sé ekki við hæfi í neinum dómstól í lýðræðislegu réttaríki. En láð þér þungur hugur til Barböru þegar þú lést þessi ummæli fallaði á? Hún framdi á mér annað meinsari, þarna náttúrulega með ranglega dóm. Hún dæmdi mig saklausa þennan dag sem að ég læt þessi orð falla og ég var mjög, mjög langt niðri, eðlilega. Það er ekki auðvelt að vera saklaus, dæmdur í fangelsi, dæmdur fyrir eitthvað sem ég gerði ekki og finnst þér eins og hún hefur ósanngjörn sem dómari þar? Já, hún var meiri það vegna þess að hún fór ekki eftir vitnum. Rifjaði aðeins upp það meintabrót og þann dóm örstu? Já, það var bara náttúrulega annað meinsari. Það var bara, skilur þarna kona sem kemur með ljúvitni með sér og þeim ber engum saman. Ef það er minnsti vafi í einhverju máli, þá verður að sýkna. Það var algjör vafi. En efnisatriðin voru aftur hver? Hún sakaði mig þetta er kona sem veittist að mér. Ég var bara á púlstofu rétt við heimilinu mínu, gekk þarna með frönskum fyrirverandi kæristunum mínum og hann var að fara til Frakklands daginn eftir og hann elskaði að spila púl. Þannig að við ákveðum að rölda þarna bara á næstu púlstofu í göngufæri frá heimilinu mínu. Og það vill svo til að þessi kona, Sema Erla, þetta er í eigu fjölskyldu hennar, þessi staður og við erum bara að hafa gaman og vorum með þess að þeim kom bara ágætlega saman, Vincent og barþjóninin sem vann þarna þeir voru bara að þeir voru að kjafta og allt í góðu læg með það og svo komið menn á næsta borð og ég tek eftir að þeir eru svona bara já, mér fannst þér svo var að gefa mér eitthvað illt auga ég var samt ekki að spá í því og síðan allt inni kemur þessi maður sem er að vinna hjá sem og fjölskyldu og segir bara rostra bara Margaret, you have to go þú verður að fara út, Sema er á leiðinni hún ætlar að henda þér út ég bara, býtu, okkur ætlar að henda mér út og það bara sit don't like you og eitthvað og þannig að ég genga þessu manni sem gaf mér illt auga á næsta borði og ég spyr, ert þú vinurinn á Semi? Þú hringi hana og hann svaraði því játandi og ég sagði ok, gott að vita og síðan bara ákveðu við að sem ég segi bara Vincent, við skulum bara drífa okkur og mér var náttúrulega rosalega misboðið að syns vera hent út bara út af mér út af mínum hann sagði, she don't like your opinion þess að það væri illa við mína skoðanir þessari konu Veistu eitthvað einhver tengsl, eitthvað á milli eða er eitthvað annað eða ég þessi Sema við erum bara ekki sammála málumlega séð og þekktur hana fyrir Nei, þetta er ekki mikið nema bara ég bara eins og setið með henni í viðtali hjá Frost og Lóa sinni já. Og við vorum svona andstæðum sjónarmiðum hún átti hennar stað og hún vildi eða pappinar átti hennar stað og hún fær fregnir af mér og heimtar það að mér sé vísa út af því að hún kann ekki við mína skoðanir og eins og Vincent sagði hann er frá Frakklandi og hann skrifaði þetta hann vitnaði líka þetta semst í dóminum hann sagði í Frakklandi að þá er svona fasismi það verið hringt á lögregluna að lögreglan komið og loka staðinum af því að það má ekki henda fólki út af þeirra skoðunum það flokkast undir fasisma og það hafði staðurum verið brotlegur og honum hefði verið lokað Ég er samt ekki alveg ennþá búin að ná brotinu sem var framið þarna og hvað gat leitt til þess að það fyrir dómur svo gerist það að hún kemur koma á 2 bílum og Vincent verður bara
hann verður bara skelkaður og við lendum í ykkur svona orðaskaki, skilur, mér mjög heitt í hamsi, skilur, og bara, þú veist, mér finnst þetta bara rosalega fasist af henni að vera að veitast að fólki vegna þeirra skoðana og bara þetta varði eitthvað svona orðaskaki svona kannski halva mínútu til mínútu eitthvað. Og það verði engin handalögmál eða neitt slíkt. Og síðan bara, semst bara tekur Vincent utan bara komum og við loppum svo bara heim. Og ég síðan tjáði mig eitthvað þetta á Facebook og mér fannst alveg undarlegt hvað fólk eitthvað var ekki að skilja þessu afstöðu mín að þetta væri fasist að henda veitast að fólki út af skoðunni þeirra, skilju. Ég var ekkert að gera neitt að mér. Og svo bara allt í hennu, bara líðu ykkur dagar og hún segist, sko, og þetta kemst í umræðinu, og hún segist alltaf kæra mig og líður því að ég hefði veist af henni vegna þess að ég sé útlendingahatari. Sem ég fyndi vegna þess að ég var stödd þarna inni með eina útlendingnum á staðnum, sko. Það voru allt Íslendingar þarna fyrir utan barþjóðnin. Þannig ég fannst það mjög fyndið að vera sökuð að vera útlendingahatari og ég búin að búa út allan heim og á vini út allan heim, sko. Að þú veist, í öllum leitum stærðum og gerðum. Og Má ég forrættast hvað þið voru að takast á hjá Frosta Logasyni? Sem að þessar skoðanaágreiningunum, í hverju liggur hann? Já, sem sagt, ég var að benda á að sem sagt að svona Íslam og öfgamúslimar og svoleið sem að hafa verið svona með svolítið læti í Evrópu og viðar, að þetta passaði illa inn í kristin samfélag. Skilur? Ok, þannig að þú varst alveg að taka djúpt í áruna. Ég hef alltaf talað fyrir því ef við tökum út flóttafólki, það er best fyrir okkur að fá kristi flóttafólk vegna þess að aðlagast best inn í okkar samfélag. Og ég er ennþá á þenni skoðun, skilur. Henni er mjög mikil ógn á þessari skoðun þinni þarna. Já, þetta er náttúrulega bara mín skoðun sem margir hafa, skiluru, og skiluru, og það er bara svoleiðis að þetta er alveg svo að það er ekki mikið að kristnum flóttamönnum sem fara í Íslamlönd, skiluru, sem að vegna þess að við pössum ítlaðan inn, skiluru. Þetta er bara svoleiðis. Og ég fagna öllum sem koma og vilja aðlagast okkar samfélagi og vera partur okkar samfélagi og vinna og svoleiðis. En allt þetta sem að ég varaði við, svona menningarlegir árekstrar, þeir hafa því miður ræst. En sem sagt að verða þessar skærur á milli ykkar tveggja, sprettu dómsmál upp úr því, Barbara dæmir og hún dæmir þig seka. Þú verður kolvitlaus annan dag. Þannig séð, þér misbýður. Já, mér misbýður náttúrulega sérstaklega líka vegna þess að þegar sko, ég var nefnilega eins og sein í réttasal og Arnar Þór Jónsson, hann var þá lögmaðurinn minn, hann hefur aldrei séð svona aður, hann er fyrirhundi dómari. Þegar hún dæmið mig þarna ránglega og bara alveg, þú veist, óháð vitnum og svoleiðis, að þá fallast þær í faðma sem Erla og saksóknari lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu. Þetta er líka algjört brot af því að saksóknarum ber að vera hlutlausir og þegar ég er að koma upp stigann í héraðsdómi. Hvaða saksóknari? Hún heitir Lína Ágústsdóttir. Og þegar ég er að koma upp stigann að þá eru þær að hlæja mér og flissa. Greinilega mjög mikla vinkonur. Þannig að þetta var annað merki brot innan ákæruvaldsins. Upplifirðu svona einheldis tilfinningu? Algjört. Og þér svellur móður og þú kalla Barbaru lausláta mellu, það er enda búið að gera mikið grína því að mella og lauslæti þetta séu tvö orð sem er ekkert rosalega vel saman. En þetta er náttúrulega ekki fyndið. Nei, þetta er bara eins og maður segir bara, helvítis skilur tussan eða tíkin eða whatever, sko. Þetta er nú bara svona slang í íslenskri orðanökun og eins og ég sagði í dónu, ég hefði getað nota miklu verra orð, skilur, af því að með það sem var búin að gera mér. En þarna veistu að þú telur þessi snöggur blettur á Barbaru? Þarna veit ég að þarna var bara ber syndu kona að dæma mig saklausa í fangelsi og til hárrar sakakostnaðar og þarna finnst mér verið að mismuna borgurunum að við heyrum greinilega ekki öll undir sömu lögin. Og það sem að ég er svo forvitin að vita, það er að sko, af því að ummælin standa í raun, þeim er ekki hnekkt, þau eru ekki sko
dæmd dauð og ómerk. Finnst þér þá að dómurinn sé að viðurkenna að þú hafir að einhverju leyti rétt fyrir þér þótt þú sért dæmd til 200 króna fjársektar og svona mikill málskostnaður fallega? Já, það er náttúrulega, hann er náttúrulega kvittað undir, þá var hann að reyna að segja að þetta er rétt sem að Margrét er að segja en við ætlum svona að dæma hana fyrir það. Eru þeir að segja að það er rétt en maður má ekki segja svona? Er það sem hefur verið? Já, sem er náttúrulega mjög merkilegt vegna þess að sami dómstóll hefur verið að sýkna menn eins og til dæmis Sindra sem að sakaði Ingó Þórensson, Ingó Veðugvöð mjög ljóta hluti í 5 ákæruliðum. Berðu það saman? Hvernig voru þau orð? Þau voru til dæmis maður sem elskar að ríða börnum, barnanýðingur, maður sem er frægur fyrir að ríða börnum og hann var sýknaður á grundvelli tjáningafrelsis. Já, þetta er alveg sambarilegt. Fyrir skemmstu að þá... Það er kannski verra. Nei, ég myndi segja þetta sé miklu verra vegna þess að það er ekki til í þessum orðum hans. Skilur, þetta er bara grósöður en þetta er ekki úr lausu lofti gripi hjá mér. Ég vissi þetta væri harðort. En hann var sýknaður og þurfti ekki að borga... Ég vissi þetta myndi samt vekja athygli. Ég er náttúrulega líka að vinna fjölmiðla sjálf og ég veit alveg hvað er svona clickbait og hvað er ekki, sko. Þannig að þetta var ekkit, sko, kom alls ekki úr lausu lofti gripi hjá mér, en þetta var líka svona réttmætt reiði, skilurðu. Mér fannst ég að rétta því að ausa úr skálum reiðinar fyrir þetta óréttlæti. Að því að, sko, að gera svona það sem hún gerði mér, það varðar alltaf 16 ára fangilsi. Þess að fólk átti sig ekki á alvarleika þess að vera dæmdur ranglega saklaus, skilji, í fangilsi. Það er eitt grófasta mannréttindabrot sem er að gera fólki. Þú er svo klári í, þú veist, þessu hefur verið að læra lögfræði eitthvað svoleiðis, út af því að nú talar þú alveg eins og vitir svo mikið 16 ári fangilsi fyrir... Já, ég var að vísu í 2 ári í Elafræði Háskóla Íslands. Já, frá 2012 til 2014. Já. Þannig að ég er alveg ágætlega að mér í því og satt alla þessa tíma á hjá bestu lögfræðingum landsins eins og Sigurði Líndal og Og þegar þú ert að tala svona 16 ár, þá er það að vera ranglega dæmdur. Þannig að þú ert... Já, en finnst fólkið sem fer í mál ekki alltaf eins og það sé ranglega dæmt að tapar? Nei, sko, þetta er annars eðlis. Þegar að opinberir starfsmenn misnota valdsi til að fá saklausa mannesku dæmda og hafa áfrjá velferð þeirra. Þetta er bara ekki dósipa á maður sakaður að vera barnanýðingur. Og hann svo koma vitni fyrir dóm og sanna það að hann er engin barnaníðingur, hann var ekki einu sinni, hann var hinum inn á landinu með þess að þegar hann átti að hafa misnota barnið. En dómarinn dæmir hann samt sem barnaníðing og hann verður fyrir opinberil niðurlægingu í öllum samfélaginu, hann missir allt undan sér, þú veist. Ert þú að lenda í þessu? Ert þú búin út í nú fór ég að reikna, þú veist, bara gerfugreindina að setja saman. Hvað er hún eiginlega búin að borga í öllum þessum málum sem hún hefur lent í? Já, 6 til 7 milljónir sem hafa bara farið í málskostnað og skaðabætur. Sko þarna kemur stóra misskilningun. Það halda rosalega margir að ég sé ykkur málum, að ég sé ykkur einkamálum. Þetta eru ítrekkuð sakamál sem að lögreglan og ákæruvaldi fer gegn mér og kærir mig fyrir upplognar ásakanir. Þetta er 3. sinn, sko. Já, þannig að ég er ekki í neinum málum. Og það er þetta þannig, já. Já, einkamál er annað, sko. Ærumeiðingamálin eru þannig gerð, eins og til dæmis máli síðan nefndi áðan með Ingó og svo var annað mál gegn eiginlegina sinni og það eru fullt af málum, ærumeiðingamálum, skilur daginn var sýknaði til dæmis þessi dómstóll einhvern mann fyrir að kalla konu hóru og tussu að því að vísa til tjáningafrelsis. En þetta er allt einkamál. Þetta er fyrsta mál sína sögunar að lögreglan fyrir áfram með ærumeiðingamál sem er bara eins og ég segja og þannig er ég að vísa til... Þú ert að segja að það er sérstakt og er bara vegna þess að þetta er dómari sem að... Já. Og er það ekki kannski eðlilegt að það sé verið að viljið til þess að fjalla það að við erum með góða dómara? Þetta er ekki góð dómari mínum mati og það er ekki eðlilegt vegna þess að 65. grein stjórnarskránar þar segir að allir séu jafnir fyrir lögunum. Allir sem sagt hvort sem séu dómari eða sem sagt leigubílstjóri þá eru við öll
eigum að vera öll jöfn fyrir lögunum samkvæmt stjórnarskránni sem eru æðstu lög landsins og toppa öll önnur lög. Þín tilgátt semst að vegna skoðana þinna þá sértu vonda fólkið. Já, það endalaust verið að reyna að klína á mig, ég sé eitthvað skona gríla sem ég sé vondmanniska og ég bara allt rasisti og ég bara allt vond skilið. En fréttamennskan líka á fréttin.is hefur stundum verið svona kannski ekki alveg uppfyllt allar hefðbundna reglur. Getur það ekki líka verið að hvernig þú hefur tjáði? Nei, þetta er nefnilega einfaldlega rangt og þetta myndi ég vilja taka debut á þegar við hefum verið að söka það, en það er enginn geta vilja ræða við okkur í debet varðandi það, hvað er ekki samkvæmt, skilur við höfum aldrei fengið kvartanir frá fjölmiðlanefnd, við erum bara að birta alheimsfréttir og einmitt fréttir sem að svona meginströms þöggunarmiljar hafa viljað þagga niður og einmitt verið að breyta svona ég sé miklu meira ámælisvert við vinnubröð RÚV og Vísir og þú veist og annara miðla sem eru líka by the way á styrkjum fá styrki líka erlendis frá. En þessi síðasta fyrirsögn þig, Margrét nýtir góðgerðarsamtök í eigin þágu. Já, þetta er alveg nýtir góðgerðarsamtök í eigin þágu, mjög athyglisvert vegna þess að ég stofnaði, þetta er nú búið að vera samtök sem eru búin að liggja bara niður í bara, þú veist 7 ári eða eitthvað og ekkert verið notið og ég stofnaði þau til að hjálpa þeim sem minnst mega sín og gerði það og það var nú þegar að fólk bjó niður í tjaldsvæðunum í Laugardal, að bjó í tjöldum og kalt og þá var ég og vinur minn sem við stofnum þetta, hann er nú látinn blessaður í dag og þá voru við að keyra þarna mikið út allan bæ og hjálpa fólki í gegnum þessi samtök. Við fengum nú aðalega samt eitthvað svona bara, þú veist, föt og sængur og mat og eitthvað svoleið sem vorum að keyra með til þessa fólks. Hann var ekki mikið svona peningur sem kom inn á þetta. En þarna sá ég að nú var ég komin í þessa stöðu að þarna verið að sparki liggjandi konu og þá fannst mér það bara mjög eðlilegt að náingin hjálparsamtök að styrtar upp að færa þangað inn og það verður allt nýtt í þessi dómsmál sem að ég er að verja mig fyrir grófu. Ég held að við höfum ekki náða að útskýra það fyrir hlustendum áhorfendum að sem sagt samkvæmt fréttum á heimildinu og mannlífi þá ertu að nýta þér þessi gömlu hjálparsamtök, góðgerðarsamtök í eigin þá til þess að fá pening frá almenningi til þess að... Ég hefði alveg geta sagt bara minn bankareikning, skilur. Það skiptir einhver máli, ég geta nýta minn eitt í eigin þáu. Þú ert að óska eftir aðstoð að standa straum. Þannig að ég hefði alveg geta sett minn reikning líka. En þar ég að setja mína kennitölu svona og það er miklu persónulegra. Þannig að mér fannst bara eðlilegt að þessi samtök sé bara lagt þangað inn og svo verður bara allt greitt úr þeim sjóði til að standa kosta, því þetta kostar mikið. Það er ekkert grín að vera berjast við stærstu valda elítu landsins sem gerir allt til þess að berja á bara liggjandi konu eins og ég sagt er. Upplifir þetta sem valda elítu? Já, ég gerir það. Viltu aðeins tala það? Hverjir eru í þessari elítu? Já, til dæmis bara við byrjum bara frá lögreglunni. Það er orðið bara svakaleg spillingana og til dæmis í skýrslutökunni að þá er hún einu sinni spurð út í þetta ástarsamband. Hún er spurð leiðandi spurninga. Þetta er bara meira svona eins og eitthvað kaffital. Já, er þetta ekki bara eitthvað bull? Já, einmitt og svo er það að tala niður til mín líka persónulega og hún er að tala mig eins og bara mjög ljóta hluti bara við lögreglukonuna og það eru bara svona kinkandi kolli og hún er ekki spurninga sem skipta máli. Þannig að þetta mál einkennist allt af einhverju svona hlutrækni og það er að mínu mati spilling. Þannig að þú upplifir svolítið eins og þessi bara vinátta og fólk sé að klappa hvort öðru. Og eins og ég nefndi þarna saksóknari felst í faðma við ákæranda, skilurðu, þetta er merki spillingu. Já. Það er náttúrulega lítið land stutt á milli. Já, en það er samt sem áður, þá heyrum við undir lög og það má ekki sjást svona. Þú veist, ef að sjást að það er, þú veist, að lögreglu fulltrúi sem á að vera, það má ekki velja fulltrúa, það er bannað samkvæmt lögum sem er tengdur ákærandum, skilur. Þá er það hagsmunarústir. En það er ekki virt, En dómarinn í þessu máli, hann er samstarfsmaður Barböru?
dómarinn í þessu máli, þar sem að hérna, Já, þetta var sko... Ég meina það já. hlýtur að vera, þetta allt samstarfsfólk. Já, hann náttúrulega, sko, þetta var náttúrulega flutt frá Héraðsdómi Reykjavíkur í Héraðsdóm Reykjanes vegna þess að það voru allir dómarar vanhæfir. Já. En þetta alveg rétt hjá þér. Hann gerði sem sjálfur athugasemd við þetta og sagði að hann væri vanhæfur, sko. Landsréttur sem kvittaði ekki undir það. Ég held að sko þegar þetta fer í mannréttindadómstólinn þá mun mannréttindadómstólinn gera eitthvað, setja eitthvað út á þetta, sko. Ég held að þetta yrði aldrei samþykkt þar. Að því að þau eru náttúrulega saman í dómarafélaginu og þetta er fámennur hópur. Þetta eru kannski 50-60 manns á Íslandi og allir þekkjast. Eitt sem að ég heyrði það nú bara sagt sem brandar fyrir nokkrum árum og ég veit ekki eins og hvort ég viðeigandi fyrir mig að segja það hérna en þá var fólk að furða sig á því að Barbara skildi gera mál úr þessu og neyða sig og Símon til þess að þurfa að koma fram fyrir dómstólum að svara fyrir þessu. Já, það var nefnilega málið vegna þess að hún hefur greinlega misregnað sig af því að þetta fólk er greinlega svona telur sig svona annað fólk hafið hérna í samfélaginu og heyr undir ykkur önnulöga. Hún hélt hreinlega, hún þyrfti ekki að koma á bera neinn vitni af því að þau neituðu því. Ákæruvaldi til dæmis neitaði öllum vitnum. Þau fóru fram á þetta í loka þinghald. Þau fóru fram á að sálfræðiskýrslan að það mætti ekki birta hana og þau gerðu allt sem hægt er að gera til að koma í veg fyrir réttláta málsmeðferð. Þannig að það er nú annað mannréttindabrot sem að mannréttindadómstóllinn myndi aldrei líða, sko. Og þú svarar bara svo með passíusálmið þarna. Í lokin? Já, mér fannst hann eiga bara mjög vel við. Já. Hvernig hljómar hann? Ertu með fyrir fram? Veið þeim dómara veit og sér, víst hvað málið réttast vinnur það þó fyrir vinskap manns að víkja af götu sannleikans. Einmitt. Þú verðist allavega að vera bráskýr og en þú ert með... Sko, það efast enginn að Margrét bráðskýr. Þeir eru ansi margir sem telja það alveg kolvitlusa. Það er náttúrulega eins og ég segi, það er eins og ég kalla það eru svona rifirnir þarna úti sem að óttast mig, sem að óttast kannski hvað ég skýr og hrein og bein og þeir hafa aldrei viljað taka svona eins og ég segi viðtal við mig og fara í debate við mig. Það er betra að útmála mig sem einhvern brjálæðing, sko. Það hentar þeim betur vegna þess að ef þið myndu fara í debate við mig þá hugsa ég myndu tapa því vegna þess að þetta er allt gert á svo óheiðilegum forsendum hjá þeim. Ég er bara með allt upp á borðum og þegar maður sem segir sannleikan að þarf maður ekki að vera að muna síðustu lygi, sko. En sko þú hlýtur eins og við öll oft að rata í þær kringumstæður að maður getur sagt sem svo að maður hefur val að stíga til hliðar og hugsa ég ætla ekki að taka þennan slag eða berjast og sko mann grunar að þú sért hérna svo mikil bardaga kind að alltaf þegar þú hefur val að taka slaginn eða bara segja ok, ég ætla ekki að taka þessu orðustu að þá takiru slaginn. Er eitthvað til í því? Ertu svona átaka sækin? Eða? Það er ekki rétt hjá nefnilega. Það er kannski margir sem halda það en það er ýmsar orðustu sem ég ákveða að taka ekki. Já. Við heyrum aldrei að þeim. Nei, þið heyri ekkert á þeim. En sumar orðustu verða maður að taka og eins og ég nefndi við því hérna áðan að þetta er eins og dýrin þegar það er verið að reyna að berja þau til dauða þá reyna þau að slá frá sér eða bara láta drepa sig, skilur. Sama með okkur mennina þú veist, það er stöðugt verið að berja á þér og berja þig niður og margir saman, jafnvel. Og þá er það þitt val að þú getur reynt að slá frá þér eða þá bara að þú lætur drepa þig eða þú veist að þú ert í ykkur sjálfseyðingakvöt að þá gerur ekki neitt og ég ákvað ég er ekki að láta berja mig niður með óréttlæti og ránglæti og þú veist, ég stend bara á mínu, ég stend á sannleikunum, ég er óhrætt við að segja sannleikan og ég mun berjast alla mína ævi fyrir sannleikunum og ég mun aldrei, eins og segi, víkja undan því. Þetta er það sem Jesú Kristur, minn frelsari, hefur kennt mér að standa á sannleikunum og hvergi víkja frá. Það skiptir þig miklu máli í þinni baráttu og þínum vörnum að hafa Jesú Krist með þér í liði. Já, mín. Já, þannig að þú svona
þú ert mjög trúð manneskja. Já. Ég hef talað það ópenbarlega. Jesú Kristur, hann bjargaði mín lífi og ég á allt honum að þakka. Viltu segja hans frá því? Það er náttúrulega bara eiginlega löngsa að segja frá en bara ég Látt hann að koma. Við erum nóga tíma. Já, ok, þú veist, hvað er maður að byrja? Jú, ég ólst upp við svona tiltölulega erfiðar aðstæður og ég til dæmis, mamma mín veiktist mjög snemma og ég tekin af hennar heimil allir hafi ekki verið 13-14 ára og ég flutti til fósturfjölskyldu og Það var erfitt við fjölskylduaðstæður. Var mamma en veik? Var hún sjúklingur? Já, hún varð fyrir bara þú veist, ég veit ekki, ég stundum hugsa að ég verði bara að skrifa sögum þetta er svo langt, en hún varð fyrir ofsóknum frá Kjörís fjölskyldunni. Hún átti, fjölskyldan minn átti ísbúðina niðri Laugaleik og rjómaísgerðina. Kjörís fjölskyldan ákvað þetta var vinsælasta ísbúð á landinu og fyrsta ísgerð á landinu, rjómaísgerðin sem afi minn stofnaði árið 1944, hann á stríðsárunum sko. Fyrsti mjólkufræðingur landsins og svo erfir pabbi þetta og kynnist mömmu og veist, þau ráku þessa ísbúð bara mjög vel og rjómaískina og svo skilja þau og pabbi hélt semst rjómaískerðinni í Kópavogi og hann til dæmis að selja ísinn í dag. Vesturbæður ísbúði ennþá með þannan gamla ísinn eins og kallast. Já. Og mamma hélt ísbúðinni í Laugaleik og síðan bara svona og MS var búin að vera með einhverja einokuna stæla líka, skilur. Þetta hefur alltaf verið svona í Íslandi, þú veist, ef fólki gengur vel að þá, og þú veist, að það koma svona einokuna tilburðir og öfundsýki út í þá sem gengur vel. Og síðan ákveði bara Kjörís að opna ísbúð þarna í Álfheimunum og selja ísinn á svona stóran í brauðformi á 50 krónur sem var bara langt undir kostnaðarverði. Já, bara setja mömmuna hausinn. Já. Þannig að þetta setti fyrirtækið hennar mömmu á hausinn og þetta var rosalega erfitt fyrir hana og hún bara veiktist rosalega mikið í kjölfarið. Var hún að drekka það? Nei, hún var með Asperger og var svona svolítið félagslega heft líka. Átti svona erfitt oft með að koma frá sér hlutunum og hún var líka sjálf fyrir miklu svona óréttlæti frá kerfinu og hún er eins og hún er fyrsta manneskjan í Evrópu sem að kærði lögreglu ofbeldi gagnvart til mannréttindadómstól og vann það mál. Það var búið að vera í kerfinu frá 92 held ég og það var bara svona rosalegar ofsóknir sem hún var alltaf fyrir og hún reyndi að fá sér svo vinnu eftir að þú veist að hún missi fyrirtækja þetta og alltaf var hún einhvern veginn bara lendir í svona undir og einhverju svona einelti og eitthvað svona dóti og þannig að þetta bara enda með því að hún er orðin bara mjög veik og síðan er ég flytt í fósturfjölskyldu þegar ég er 14 ára og þá fólk sem þekktir á þér eða? Nei, bara sem að ég bara var fundið sko. Ég hefði viljað flytja til pappa. Þú veist, við vorum svo náin og hann vildi fá mig en þú veist það bara barnaverndarlögin á þessum tíma voru bara þannig að veist, ef móðirinn sagði nei að þá bara, þú veist, var það bara mörg ár í kerfinu og veist, það bara var ekki þess virði. Mamma vildi ekki að þú færi til pappa? Nei, því að hann kom með nýja konu og það var mjög styrtamilli þeirra og svo þegar ég verð 16 þá bara fer ég beint til pappa og við fórum semst til Flórida. Hvernig leiðir þarna á þessum árum hjá fósturfjölskyldu? Mér leið bara mjög vel þar sko. Ég hafði bara rosalega gott að þú veist, ég var bara, þú veist, þetta var orðið bara erfitt ástand á heimilinu. Mamma var orðið mjög veik og Þú eignaðist þarna góða fósturforeldra? Já, ég semst til dæmis talaði ekkert í dönsku, mér fannst þetta svo leiðilegt og hann var kennari líka, maðurinn, hét Finnur. Já. Og hann kendi mig bara dönsku, bara, þú veist, ég fór bara frá 2 upp í 8 eða 9 í samlandi prófunum
og svona náði bara enda með mjög góðar einkunnir svona og veist, ég held að þetta hafi bara verið mjög gott fyrir mig. Ertu í sambandi við þau í dag? Hann er nýdáinn, maðurinn, og nei, það var ekki mikið samband, en alltaf bara ég hitti út á götu og bara kærleikur og svo leiðis. Og það voru 3 krakkar sem byggum hjá og það var einn í sólimunum. Já. Þannig ég er svona, ég er bara þakklátt fyrir það í dag, sko, vegna þess að það var líka svona að byrja alls konar rugl og svona ég var í vinkonahóp og hafa verið að fikta með ykkur efni og svona. Þannig að þetta bjargaði Já, þannig þetta bjargaði mér alveg frá því, sko. En þannig er sagan að endurtaka sig. Þú segir mamma þín er þarna svona líka að lenda upp á kant við kerfið. Já. Og svo ert þú að halda þeirri sögu svolítið áfram. Já, það er nefnilega svolítið merkilegt, sko. Ég er nefnilega, hún skrifaði svo mikið þetta, þannig að ég á mikið að pappirum hennar baráttu heima, sko. Og þetta var alveg skelfilegt hvernig var farið með hana. Og síðan var ekki nóg með það, sko, að við förum aðeins dýpra aftur af því að hún var svona öðruvísi barn, hún var með Asperger. Og það var ekki skilningur, veist, hún var bara einhverfur, kallast að vera einhverfur í dag. Já. Og þegar hún var á leikskóla og hún Greti, hún var að segja mig frá þessu, þetta var rosalega, þetta svona ristan að læfi að þá var hún tekin og sett niður í kjallara og heldi hún að heitu vatni af starfsfólki í leikskólanum, sjóðandi heitu vatnin og í kjallara ef hún var eitthvað óþekk eða eitthvað. Þetta var alveg virkilega bara var ofbeldi. Já. Hvaða ár var hún fædd? Hún fædd 49. Þannig að þetta var bara margar ljótar sögur sem hún sagði mér og hún var að berjast alla sín ævi. Þannig að já, það er rétt hjá þér. Mér finnst ég svolítið verið að halda hennar baráttu áfram. Og pappa líka. Hvenær kemur Jesús til sögunar? Heyrðu, svo pappi minns, við fluttum, við fórum semst því á 16 ára, við fórum til Flórida, af því að hann semst átti hús í Flórida og var alltaf með annan fótinn þar og þar áttu við bara rosalega góðan tíma og ég er alveg þar fram á vorið 94, já. 94 og og svo kem ég heim, hann er áfram í Flórida og ég kynnist á strák og við fórum að búa saman og er ég bara 16,5 og við vorum saman svo bara alltaf ekki saman í svona 1,5 ár og þá ákveði að flytja með pappa mínum loksins gátu við flutt saman og þá voru bara 2 saman að vinna í ísbúðinni hann ákveði að kaupa upp úr gjaldþrotaskipti eftir að mamma misti, sko. Þetta var náttúrulega helst fjölskyldufyrirtækið hans og afa. En þú veist, það bara því miður að þú veist, hann bara náði, við náðum okkur aldrei upp úr, sko, þessu kjörís einokun. Og það endaði með því að hann var bara rosalega þunglindur, hann búinn að vera edrú þarna í ár og hann dettur í það og hann svipti sér bara lífi og þannig ég kom bara að honum því miður og það bara 17 ára það voru 2 dagar ég ætti 18 ára afmælisdaginn þannig að það var mjög stutt dýrið 18 ára og þannig að þú veist þannig ég náttúrulega var lengi bara að kenna sjálfum mér eins og börn gera en á þessum tíma að þá var maður 16 ára ég var náttúrulega fullorðin 16 ára þarna. Já. Þannig að það var engin, mér var bara sagt að koma mér út þarna úr íbúðinni. Þetta var í rannsóknarvettvangur og svo bara var ekki skipt sér á mig meir nema ég man það að ég þurfti að fara að sækja föt heim og fekk að fara þarna á afmælisdaginn minn held ég 18 ára. Og það hafði brotið niður sko hurð og ég hef aldrei síðan eins að bara baðherbyggi var eins og sláturhús og bara blóð út allar veggi og í loftunum öllu og ég varði eitthvað svo bara mér var svo misbáð að sjá þetta ég bara fór og tók fötu og sápu og byrjaði bara að skrúpa alla veggi bara með blóðni og hans pappa og ég gat ekki hætt fyrir þetta bara hreint. Útskýrðu aðeins, þú kemur að honum og þá er hann búin að fremja sjálfsmorð. Já, í baðinu, en hann læsti samt að sig, sko, en ég kíkti svona í gegnum skrákat og sjá allt rautt, ég sá allt í blóði, sko. Og en það sem að lögreglan gerir er að þeir brjóta upp hurðina og skilja þetta svo bara eftir svona, vitandi það að ég er að fara að koma að þessu, sko, þannig að þetta var svona annað áfall fyrir mig, má segja.
og þessi meðferð líka hjá kerfinu að nú er ég mjög ung og mér er aldrei búið áfallahjálp bara aldrei búið eitt eða neitt sko og þannig ég bara fór náttúrulega í alveg svakalegt þunglindi bara alveg í 7 ár. Og var einhver í lífinu þínu sem gæti tekið utan þig? Nei. Og ég fekk eitthvað smá föðurarf og þá fór fólk úr föðurfjölskyldum að herja á mig, barnið, tekur nokkur 100.000 krónum, að ég ætti sko að borga fyrirverandi konunni hans pappa þennan pening og hann hafi skuldað henni þetta, bara eitthvað algjört rugl. Þannig ég fekk bara meiri hluta fjölskyldum minnur á móti mér líka, út af því að ég var ekki tilbúin að láta frá mér hennan smá föðurar sem pappi hafi skilið eftir fyrir mig. Og það var nú bara, sko, ég man þetta var svo lítið að ég náði að kaupa mér hjól, ég náttúrulega ekki að kaupa mér bíl, nota hjól, nota sjónvarp, nota kommóðu, skilur, þetta var ekki neitt. Og svo fór ég í skóla sem ég alltaf langaði í, ég eitti bara meiri hlutanum af þessum, ég fór í svona make-up skóla, sem var að byrja þá, en ég útskrifaði sem förðunarfræðingur, það var fyrsta námið mitt, sko. Já. 18 ára. Má ég spyrja þig, hverjir hafa reynst þig best í lífinu? Það eru aðalega bara, sko, dætur mína náttúrulega fyrst og fremst. Jesú Kristur, hann náttúrulega reynst mig best. Já, við vorum ekki alveg komin að þeirri tengingu. Hvenær, þarna segir sko 5-7 ár, Já. Mjög erfið tími, er það þá sem að þú hverfur á náðir Já, þarna 5 ára Guðstrúar. Já, 5 ára seinna þá var ég alveg aðframkomin sko, ég meiri þess að reynda að svipta með lífi tvisar, ég bara sá ekki tilgang með lífinu, bara vildi bara fara til pappa, það bara og með einhvern veginn ég bara sá svo eftir honum og svo bara eru vinkonum mínar að fara til Indlands og þær bjóða mér að koma með og að því að ég lendi í þessu hræðilega slísi þarna og að ég fengi einhverja smá skaðabætur átti pening til að fara með og ég skellti mér og þetta er bara besta sem gat komið fyrir mig Mjög alveg bílslið sem þú lendir í Já, alveg hræðilegt slið sem Þetta er alveg áfall Já, og það var sagt um mig bara læknandi, það var bara kraftaverk það held að það trúði enginn að vera eitthvað lifandi inn í þessu sko, það var bara þannig að þeir bara manna þeir komið blóm til minn sjúkraflutnamenninir bara á sjúkrarúmi það sem ég lá ok, það er nú fallegt Já, í Indlandi sko, það er svona tala svolítið að Indlandi er svona miðstöð trúarbragða og þarna var ég ekki orðin trúið en ég var mikið svona greinilega leitandi ég fann að það var eitthvað svona fann að var eitthvað svo var ég aftur að lendi í svona hlutum eins og til dæmis bílsleysi skilur bara kraftaverk að lifa það af og svona hlutir sem að ég hef lendi í nokkru sinnum á lífsleiðinni svona death experience eins og kallast maður færist nær trúnni ef maður er ítrekka nálægt döðanum Já, akkurat og þetta er eitthvað svona svona alltaf fyrsta death experience ég lendi í þarna er ég bara því ég er 2-3 ára gömul sko og svo aftur þegar ég 4 ára gömul Hvað gerist þú 2-3? Að þá kviknaði í mér bara öll hendin á mér brann til kaldur að bara ég þryggjast í spruna og ég dónaðist því þá og mamma hafi sett mig í nælangkjól og kveikt á kerti og já, svo bara gerist þetta til mér En það sér ekki á hendinu þinni Nei, þetta er rosalega pappi, við náttúrulega byggum í Flórida, kannski sjá þetta betur. Já, maður sér aðeins. En þetta er rosalega fallegt 3. sprunasár, vegna þess að þetta var alveg von í bein og þú veist, þetta var náttúrulega, ég var mjög lítill líkami og það var öll hendin mín. Og pappi náttúrulega, ég fór beint, það var sendt beint í Flórida og hann vafði svona aloe vera umbúður á þetta hverju minnsta degi. Hann var líka skipstjóri og kunni svona lækningar, alls konar og þannig að það er bara pappa þakka hvað þetta lítið vel út, þetta ör Og síðan druknaði ég næstu í 4 ára. Þá var ég skilin eftir í djúpuleiðinni í Flórida.
og tók að mig kútana og ég gleymi aldrei sko því að var að drukna sko köfnunartilfinningunni en það var einhver kona einhver engill sem var hérna á bakkanum og gleymi því aldrei því hún kemur onni þá bara lyftir mér upp og ég náði eftir að anda sko og þú segir svona ég var skilin eftir þú upplifir svolítið að það hafi verið ákveðin vanræksla. Já, ég var skilin eftir, ég ætla ekki að vera að nefna endanlega núna hver það var sem skildi mig eftir en ég var skilin eftir í djúpuleginu og bara, veist, og síðasta orðið sem manneskjan sagði við mig, ekki taka þig kútana ég var bara 4 ára en já, eitthvað svo leys en þá ákvað pappa að kenna mér að synda já, ég kannski verið 3-4 ára já. En þá ég var allan orðin flugsynd ég var 4-5 ára og það er ástæðan fyrir því að ég ákvað að kenna mínum dætrum að synda þær voru orðna flugsyndar báðar bara 2 ára, 1-2 ég bara byrjaði með að kafa með þeim bara nokkra mánuða sko. Ok, aftur til Indlands. Herru, aftur til Indlands sem sagt já, ég bara er þegar ég fer sérstaklega upp í Himalajafjöllin ég bjóð þar sko í nokkra mánuði þá var ég fyrir eitthvað svona spiritual awakening sko og ég var búin að vera að skoða alls konar trú sko. Ég til dæmis ég var ég byrjaði að skoða svona hindúgoð og svo fór ég í Dharamsala þú veist hitti Dalai Lama og munkana og í alvöru? Já og síðan kynnist ég Ísraelum ég átta mig mjög fljótlega á því að það er ekki mjög sniðugt að vera ein kona mikið á ferð sko allan á þessum svæðum þar sem ég var mér var með þess að rænt sko það er líka lent í mannráni en allan ég áttaði mig á því og kynnist strákum frá Ísrael og þeir eru alltaf að fara í einhverja sínagógu og buðu mig með sér í sínagógu og það má segja bara ég hafi verið að skoða bara allar trúr og nema kristintrúna skilur já, ég bara en ég var greinlega mjög leitandi já já og síðan bara lendi svona í atveki líka við erum að fara til Nepal og og við erum ykkur krakkar skilju og ég náttúrulega gerir mér ekkert grein fyrir ykkurum aðstæðum í Indlandi og það er eitthvað svona grindverk og ég þurfti eitthvað að fara að pissa og ég klifri yfir eitthvað grindverk og svo er ég alveg komin inn í miðjuna og er eitthvað að pissa og sé ég jarðveginn allir svona í svona hólum og ég alveg bara hvað var þetta skrítin jarður fyrir eitthvað svona kropp í þetta og svona mjög harður líka og svo heyri ég bara vin minn bara kalla bara Maggie, get the fuck out of there he's a Cobra fan það hafði bara skilti risastór skilti að ég bara var komin inn í Cobra kirkjuslöngu garð sem var bara búið að girða af milljónir af Cobra slöngum já og ég bara að pissa skilur en það var alveg ótrúlegt að ég bara ok, einhvern veginn fékk ég svona eitthvað instinkt að ég ætti ekki að panika ég hef séð einhvern dýralífsþætti þannig ég bara svona ok heyrðu ákvað að labba bara svona rólega tilbaka bara ég ætla ekki að panika og gerði það og náði svo að fara yfir grindverki og þá alveg tók ég spanið sko Ég trúi því Sást einhverja kirkjuslöngur? Nei, ég sá þar ekki mér finnst þetta að vera eitt svona kraftaverki já, eitt svona ótrúlegt svona hlutir sem ég lendi í En var ég svo þarna á Indlandi eða upplifðu uppkvöldaður Já, eftir á hyggja þá er ég alveg samfærið að ég var með einhverja vernd mér finnst þetta merki vernd vegna þess að sko, ef maður fær 1 bita kóbraslöngu þá er það 15 mínútur og þá er maður dáinn sko, ef maður frá mótefnin á 15 mínútna að því að blóðir hleypur allt í kekki þannig að já, þetta er svona eitt af þessum og ég svona, þetta auðvitað fær maður til að hugsa býtu, vá, er ég með einhverja vendaringla eða svona alls konar svona hlutir sem að eiga nánast að vera ómögulegir þannig að ég svona, eins og segi ég svona átta mig kannski ekki beint á þetta Jesú þarna, en svo kem ég heim til Íslands eftir langt ferðalag þarna í 2001 og var svo merkilegt að ég fer að leigja herbyggi beint fyrir utan gluggan hjá mér þá er kross á kirkju hann í Garðabæ, hann í Hrísmó ég er ekkert spáð því og nema það að jú, og svo kynnist ég manni sem að fer að mikið að tala Jesú við mig og biblíuna
og ég var ekki vola móttakileg þá fyrir því sko. Ég bara, þú veist, Jesú er ekki til og þú veist, ég bara, þú veist, ég var alveg bara, ég var alveg svolítið harður trúleysingi sko, skiljið, ég bara hafði enga trú á þessu. Og ég var líka svolítið þannig, skiljið, ég var svolítið reið út í Guð, ég sagði, ef Guð væri til þá hafði hann ekki tekið pappa minn. En svo áttaði ég mig á því að það var ekki Guð sem tók pappa minn, hann gerði það sjálfur. Þannig að ég síðan var ég bara fyrir andlegri vakningu, semst ég er bara að fara að sofa, ég hef greint þá og sáður, ég er að fara að sofa og bara, ég finn ekki fyrir einhvern svona þrýsting og ég svona, ég var ekki sofnað en ég opna augun og ég bara finn, og það er eitthvað rosalega ljós fyrir ofan mig og ég bara lyftist upp í rúminu mínu, ég sé eins og það var hægt og ég set hendina hérna niður og ég bara finn loft og svo bara sé ég bara milljónir engla hérna megin við mig þessi gardinar og svo byrtist bara andlitið á Jesú Krist. Já. Lítur hann út eins og flesta myndirnar ég sá svona, það var mikið ljós og ég sá bara mann og bara í hvítum klæðum bara leiði ég sá hann það bara, ég sagði bara Jesú ég bara leiði ég sá hann, bara var það vissi þetta væri hann og það sem gerði svo ég veit ekki hvað ég var lengi í þessum transi og bara á lótulegt, ég veit ekki tíminn dettur bara út. Var þetta eins og langur tími? Ég veit það nefnilega ekki af því að sko, svo hringir síminn og þá bara slaknar á þessu og ég bara, og þetta var svona þetta var svona, skilur hvað þetta springdina, þannig að ég dett niður og ég pompaði á dyninu, þannig að ég var í loftinu og ég held að einmitt að ég náði ekki einu svar í símanum, ég var bara alveg í sjokki sko. Og ég held að mitt að síminn hafi hringt svo að ég myndi átta með að þetta hafi ekki verið draumur eða eitthvað. Já. Þarna frá með þessari stundu náttúrulega breytist allt hjá þér. Já, þá hringi ég í þennan vinn minn og segi bara, heyrðu, ég held þessi til ég að koma með þér á samkomu. Og segja hann frá því hvað gerist fyrir mig. Er það hvítasunnursvefn? Nei, þetta var, við fórum í krossin sem var þá á þeim tíma. Já. Og ég sem sagt fór hérna samkomu með hann því að hann hafi verið skráð þar og svo bara mann ég að Gunnar segir hérna í lokin er ykkur hérna sem er ekki búin að taka móti Jesú lyfti upp hendina og ég gerði það svona og mann fannst það pínu erfitt og svo bara fer ég hérna fram og það eru hérna yndislegar 3 konur sem að standa umhverfis mig og biðja fyrir mér og biðja, þú veist, og ég fer með frelsisbænina og það bara gerðist eitthvað alveg yfirnáttúrulegt það var svona þessi þungu fargi, þetta var svona eins og tonn á mínum herðum og líka þetta sko þegar pabbi fer að það var eins og sko helminguna hjartanu mínu hafi verið rifið úr það var þessi tómleiki bara, alltaf þessi tómleiki innan með mér. Já. Og þarna bara fyllt, það kom bara, ég fann hjarta mitt fyllast aftur. Já. Það var ótrúlegt. Ég vissi ekki þetta var hægt að væri til. Þannig ég bara vá og síðan býður Gunnar mér að koma í niðurdýfingaskírn og ég gerði það svona kannski 2-3 vikum seinna. Þá fór ég að lét skýra mig upp á nýtt í nafni Jesú Krist. Hefur þessi tilfinning haldist? Já, það er nefnilega málið. Hún hefur bara haldist og hún hefur bara elst og þetta er eins og segir sko, ég er nýskupin í Kristi en veist, ég var það 2002 en þetta er sko trúargangan með Jesú að hún er að eilífu og hún veist, það sem að veist, þetta sem að kom þarna hefur bara vaxið og það er þess vegna sem að ég hef þetta innsæi sem að og ég svona við sem að höfum tekið á móti Jesú að við erum svona við sjáum allt hlutina öðru ljósin aðrir og jafnvel á undan öðrum það er þetta innsæi sem að Jesú gefur okkur og síðan varandi biblíuna að ég skildi biblíun aldrei. Mér fannst þetta vera eitthvað svo flóking texti. Mér fannst þetta bara, ég skil þetta ekki, eitthvað fornaldar mál. En svo þegar eftir ég tek niðurdýfingaskírnina á að ég frelsast, opna bókina og þá er þetta allt í einu bara eins og barnabók fyrir mér. Ég bara skildi allt. Þannig að það er svona lykillinn að, eins og ég segi oft, Jesú er lykillinn að himnaríki.
en heila ritninga, hún hefur alveg ótrúlega, þetta svo mikil speki og þetta svona bók sem að sko, þess vegna kallað lifandi orð að því að maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Þó maður opna hana daglega, þá maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Það alveg merkilegt. En hefur farið í störfum þínum eftir því að allir menn séu jafnir eins og Jesús predikaði eða hefur gert mannamun því að maður hefur heyrt og lesið skrif annara þig að þú svona aðhyllist ákveðin málstað sem að setur þið þá gegn kannski málstað annara Palestínumenn, Ísraelar? Sko ég ekki móti neinu fólki en ég bara skynsemismanneskja, skilurðu. Já, það finnst mér svolítið vanta inn í sko að vera skynsamur í dag. Við getum ekkit bara vaðið áfram án þess að vera með nokkuð markmið eða áætlun á neinu sem við gerum. Það aldrei skynsamlegt og það aldrei farsælt. Og ég hef nú til að mynda komið margoft til Ísrael. Það nú meira heldur en margir hérna sem að tjási þessu mál. Og ég dvaldi á svæðum Palestínumanna. Trúir ekki þjóðamálið sem nú sagt að sé í gangi eða bara Sameinuðu þjóðanna og það í gangi að vera að drepa börn, þeir að skjóta börn og bara eins og mörgum stríðum það þannig og það ekki að trúa okkar þjóðamorð, það spurning hvað skilgrunni sem þjóðamorð. Palestínu þjóðin búin að fjölga sér 10 milljónir á sko, 1,5 milljón á 10 árum. Búin að missa í allt sitt land? Alltaf land sem Nei, hún ekkert búin að því. Jú, það búið að karpa rosalega. En allavega þá sko að fara að karpa þetta finnst mér svolítið sko einsleitt, skilur ég, vegna þess að ég bara velta þessu fyrir mér út og trúnir sko að allir menn séu jafnir að hérna allir menn eru jafnir, hvað áttu við með því? Já, bara mætti þá að sem sagt öll Afrika flytja til Íslands eða fleiri milljónir, eru þá allir það getur sá dagur unnið upp að öll Afrika flytjast til Íslands. Já, þannig að þú bara hlindu því að við séum ekki lengur þjóð og bara Afrika tekur við eða. En kannski þetta að margir sem eru trúaðir og andlegir upplifa sig hluta af öllum og allir séu eiginlega eitt og við séum tengd og við séum jöfn og við viljum náunganum það sama sömu gæði og við sjálf. Þetta svona svipað eins og ég segi, væri þú til að skilur, ég myndi sérst að kemur bara 20-30 bara hérna hælislendi núna inn á þitt heimili myndir þú verið til að flytja út fyrir það út á þínu heimili eða þú kannski verið bara í tjaldi í garðinu með eitthvað væri það í uppskipti? Það nú yfirleitt ekki þannig að hælisleitendur fari beint inn á heimili. Nei, þess vegna ég tala þess skynsemi. Ég er að tala þess skynsemi, sko. Þá erum við að tala skynsamleg dæmi, skynsamlega sviðsmyndir, eitthvað sem gæti gerst. Já, það ekki skynsamlegt ef við höfum enga áætlun, sko. Við verðum að taka móti þeim sem við ráðum við. Já, en mannúð og kærleikur sem að Jesús Kristur boðaði nær til allra, hún nær til Afríku fólksins sem að gætur orðið pólitískir flóttamenn vegna hnattrænar hlýnunar og annarra breytinga. Og það mjög stór ákvörðun fyrir okkur að loka dyrunum fyrir fólki sem í vanda og neyð. Jesús sagði okkur að gera það ekki. Við eigum að hjálpa öðru fólki. Ég einmitt að hjálpa fólki bæði í Pakistan og Afríku og ég að senda peninga þangað, ég að borga fyrir kristna fjölskyldur sem í ánauð múslima í Pakistan í þrældómi, það var hreft í þrældóm. Það kærleikur í verki. Það múslimar sem að þú ert sem sagt einhvern veginn að hrætt við eða? Ég sko eins og segi, það eins og gleymist svolítið í umræðinni að kristnir eru ofsóttasti trúarhópurinn í heiminum í dag. Ég held að sé bara mjög margir ósamálaði í margir. Nei, það mjög margir ósamálaði þessari staðhæfingu. Ég er ósamálaðin. Ok, þá skal ég bara senda þið sannanir. Kristið hvítt fólk en njóta mjög mikill af forréttinda í þessari veröld. Já, nú ég að tala til dæmis í Nígeríu, það verið að útrýma kristnu fólki þar, í Afríku, ég að tala í Sómalíu, ég að tala í Pakistan. Þú ert að tala, ég ekki að tala bara innanlands. Ég að tala að við eigum kristna bræður og systur út allan heim. Það engin að hjálpa þeim. Það bara þú veist, núna bara í hverju viku verið að hálsökva kristið fólk í Afríku. Þetta snúast trúabrögð. Nú talar þú svolítið svona eins og... Já, það ekki. Þú veist, ef múslimar að drepa kristna út af trúabröðum, finnst ykkur það
Já, nú er ég eitt bara eru að hugsa náttúrulega múslimar og þínar. annað eru múslimar sko. Þegar við tökum svona alhæfingum heilan hóp, það er mjög hættulegt. Já, en af mjög hverju margir viltu þá múslimar eru frábært fólk. Já, einhver hluta mjög múslimum mjög eru margir kristnir líka. algjörlega, nákvæmlega. eru skaðlegt fólk. Sko þegar Já, fólk, mjög þegar fólk mjög segir mikið að- Íslam er eitur, það er ekki nógu góð alhæfing sko. Nei. Það er Hver- eitthvað í einhverju Hver er að segja Ísland sé eitur? Ég bara heyrt það. Já, ok, ég er ekki að segja það. Nei, einmitt. Og ég var að benda þér á það að ég hef verið í Ísrael og þá hef ég dvalið á palestinsku svæðunum. Já. Á palestinskum hótelum. Ég hef verið í Jaffa. Það er vegna þess ég vildi fá En ertu þeirra á þeirri hlið. skoðun að sum trúarbröð séu góð en önnu vond? Sko ég er kristintrúa, skiljið þið, og sko samkvæmt kristinni trú, það er bara einn guð, skiljið þið. Og þú veist, ég meina, ég er samt ekki að fordæma neitt fyrir að vera trúlaus eða annara trúar. Það ger ég ekki. Það er trúfrelsi en það hefur akkurat verið öfugt. Ég hef verið fordæmt fyrir að vera kristin, skiljið þið. Heldurðu að sem sagt átökin þín við kerfið heldurðu að þetta markist að einhverju leyti af því hvaða skoðanir þú hefur hvað þetta var það? Já, ég held að þetta markist þetta fordómum. Skilju, þetta eru fordómar að þú dæmir mannesku fyrirfram og gefur henni upp skoðanir og vilt ekki ræða við hana í debate. Skilju, það eru fordómar. En á sama tíma ertu óvenju, hvað við segja, kjaftfor. Ég er ekki kjaftfor, það er ekki algengt. Það er ekki algengt að einhver skrifi á internetið að einhver dómari sé mella. Það er mjög fáir. Já. En ef þú hlustar eins á mig, er ég búin að vera kjaftfor í þessu viðtali? Nei. Akkurat. Þannig er ég 99,9% þann tímas er ég bara eins og ég er núna. En er ekki sum okkar allt aðra manneskur þegar við setjumst einhvern veginn með internetið aftar við tölvunar okkar En ert þú þá að bera blak af því að dómari framdæmi meinsari eða? Alls ekki. Nei. Þannig að finnst þér réttlátt það sem ég var að segja þér hérna áðan hvernig er búið að koma fram við mig í kerfinu? Ég legg ekki mat á það vegna þess að ég er blaðamaður. Ég er aðalega að spyrja þig spurninga til þess að fá fram upplýsingar og svo hlustendur og áhorfendur. En þú leggur ekki mat á lögbrot sem setti opinbera starfsmanna þá? Ég get ekki lagt mat á hvað er lögbrot í því sem þú ert að segja, en ég heyri hvað þú segir. En nú leggur þetta fyrir samkvæmt eins og ég segi bara málflutningi á í dóminum. Ég held að skipti mjög miklu máli að sjónarmiðin, Margrét, heyrist. Við höfðum samband við þig og báðum það að koma vegna þess að og ég er þakklátt fyrir það. Vegna þess að við trúum ekki á þöggun, við trúum ekki á það að henda fólki fyrir borð, útiloka það. Við viljum að jafnvel raddir sem sumum finnst óvinsælar fá að heyrast. En ég er ekki hér til þess að vera í liði með þér gagnvart því sem þú ert að segja. Og sama hér. Ég kann heldur ekki við að vera gerð upp skoðanir eða gefin orðið munn eða sögu fyrir að vera slæm, fyrir að tala fyrir skynsemshyggju eða að vera ekki sammála meginstraumnum, skilju. Það er ekki sanngjarnt að vera dregin þannig niður, sko. Og það vil enginn vera á þeim stað. Nei. Við eigum skoðanaskipti, þetta er hornsteinn lýðræðislega samfélagi. Það er enginn sem að segir að við þurfum öll að vera sammála. Algjörlega. Ef við ætlum öll að búa í einsleitu ykkur ríki skoðunar samfélag, ein skoðun, annars þetta tekinni, þá búum við ekki í lýðræðisríki, þá búum við í fasistaríki. Þannig að við höfum öll ástæð til þess að fagna þessari umræðu okkar þriggja. Nákvæmlega. En má ég spyrja, bara út af því ég er kannski að koma úr annari átt, út af því að ég held oft er trú svona tenging við svona sátt og kærleika. Og mér finnst þú koma að vera svona reið og ég skil það eftir að hafa heyrt söguna en að það er fullt af sársauka. Ég er alls ekki reið, en mér er misboðið yfir því að vera sökuð að vera eitthvað sem ég er ekki. Á enginn skilja að vera sakaður eitthvað sem hann er ekki. Ég er kærleiksrík manneskja, ég hjálpa mörgum, ég geri það í hljóði, ég er ekki að flagga einhverjum fánum eða deyðaflöggum eða greina frá mínum góðverkum eitthvað ópenbarlega. En nú var Jesú mjög oft sem sagt að tala fyrirgefningu og hann vildi að við værum í sátt og samlyndi og að fólk eiginlega allir voru að gera sitt besta kannski með við hvað þau kunnu og gátu er þessi barátta einhvers virði? Þegar þú segir geta allir verið í sáttunni segjum svo að við hleypum minkinn í hænsnabú
eigum þá bara ætlast til þess að þetta bara reddist og allir verði vinir og hænurnar og mingurinn situr bara uppi hjá hænunum með morguninn skiljiði og allir góðir. Þetta er ekki alveg svona einfalt. En hver er mingurinn sem þú hefur í huga í þessari líkingu? Hver er mingurinn sem þú hefur í huga í þessari líkingu? Já, sko, við verðum að fara varlega. Það var nú bara síðast í gær að maður reyndi að hann reyndi að skera haus af öðrum manni í Belfast, hælislendi frá ykkur Súdan og hann kroppaði úr honum augum, skiljiði. Þannig að þú veist, þetta er svona... Hælisleitandi, heldur það hafa einhverja þýðingu í þessari sögu? Já, það er verið að hleypa allt og mikið af fólki inn sem að er bara að koma úr alltaf menningar aðstæðum. Heldur þú myndir ekki gera allt sem þú gæti til þess að bjarga lífið þínu ef já, sko þarna bara greinar okkur greinlá. Sko eins og segi, ég er sjálf búin að ferðast í múslimalöndum og þar, ég áttaði mig á því, í mörgum sem löndum það geti ekki verið eina ferli sem kona, skiljiði. Komdu aðeins með það, út af þú ert með einhverja reynslu þarna sem gerir þessar skoðanir, þú verður svona einhörð gegn múslimum. Hvað er það? Það er bara, skilurðu, þú veist, það er bara, sko, viðhorf til kvenna er allt öðruvísi í löndum Íslam þar sem sjaríalög eru. Það er bara, ég held að flestir vissu það bara. Og þetta er akkurat andstæðan við okkar gildi og menningu, skiljiði. Það er þess vegna sem ég talaði að kristnir flóttamenn, þeir aðlagast okkar menningu og gildum betur. Skiljiði, miklu betur. Það er þess vegna. En kona mín ólst upp í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Hún er mjög mikill vestrætt feministi í dag. En hún ber samt alveg fulla virðingu fyrir þeirri menningu sem hún ólst upp í. Og telur að breytingarnar kannski þær gerist ekki með því að einn menningarheimur dæmir annan sem algjörlega fáránlegan. Það er heldur enginn af því. Heldur með samtalinu. En þannig er þú að tala Sameinuðu arabísku furstadæmin. Ég er búin að vera þar bara nýlega. Ég var í Dubai bara núna fyrir nokkur mánuð síðan á árið. Þú veist, það er, ég ber ekki saman arabísku furstadæmin til dæmis við Jemen eða Afganistan eða Sádi-Arabía er aðeins að lagast, sko. Við farin að leyfa konum núna að keyra bíla og svoleiðis. Það hefur ekki verið hingað til. Þú veist, þannig að þetta er svona rosalega einföldun hjá þér, finnst mér. Er það aðalega þessi kúun kvenna sem að þér stendur ógnaf? Já, það er náttúrulega, þú veist, og þetta fer náttúrulega ekki saman við okkar gildi og menningu. Við verðum náttúrulega kannski að gera okkur líka upp við hvað eru íslensk gildi og menning? Hvað er að vera Íslendingur? Skiljiði. En hvað óttast að gerist? Það sem að er nú þegar byrjað að gerast, svona ef þið hafið ekki orðið vör við það, sko, það hefur verið að gerast hérna ýmislegt. Á ég að telja þau upp eða, þú veist, það var til dæmis sveðjuárás hérna í Úlfarstarum bara í fyrra, þar sem að maður bara gekk með sveðju og stakk fólk Egill Skallagrímsson drap þá nú nokkra með sveðju? Já, einmitt. Það fara aftur fyrir 2000 árum síðan og miða nútíman við það, ef fyrir 1000 ár, ef að gera það. Finnst þér það vera raunhæft? Ég bara segja að Viltu meina sér meira ofbeldisverk? Já, miklu meira ofbeldis. Ég var nú til dæmis með grein daginn á fréttinni. Það eru strætóbílstjórar sem hefðu samband við mig, sem er að verða fyrir stöðugu ofbeldi frá Arabagenginu í Mjóttinni, og það eru margir bílstjórar búin að vitna þeir eru hræddir. Lögreglan gerir ekkert í málunum, þú veist, þeir eru bara eins og ég segi, þú veist, þeir eru orðnir mjög hræddir og þetta eru erlendi bílstjórar sem hafði samband við mig. Er ekki hætt á því að þú ert alltaf að leita að einhverju, að þú finnir eitthvað? Nei, ertu ykkur svona minnlokun með þetta eða, skilji, þú varst að biðja mig dæmi og ég er að gefa þér dæmi og ég man ekki betur en að við hafum búið með friðsölu samfélagi, skiljur það sem að allir voru öruggir, en í dag er það ekki þannig, fólk upplifir sig ekki öruggt og eins og til dæmis ég nú fjalla um 3 greinar, þá voru hælisleitendur að elta frá Arabalöndunum, elta litlar stelpur heim til sín, sessat þetta náðist á upptöku og þeir voru að kíkja í gegnum skráagatið og það er búið að vera stungu á þessu, það er mikið þjófnaði. Og þú skrifar þetta á múslima? Ekki alltaf múslima með þjófnaðina, en þetta eru erlend glæpagengi sem eru að koma hérna til lands. Mér finnst sitt hvað benda til að hræðilegustu voðaverk alheimsins í dag séu framinn af hálfu Ísraelsmanna í Palestínu. Já, þar sem börn eru skotin til dauða ég er ekki sammála því, mér finnst Boko Haram af því að hermaðurinn gat það, af því að hann bjóði við svo góðu vopni að hann gat drepið barnið. Það er alveg rosalega mikið af ljótum ofbeldisverkum allan heim og það er á ekkert einskorða við Ísrael, það er líka að gerast í Afríku
Þetta að gerast bara, skilurðu, víst, í Suður Mjög Ameríku. flókin, ég er sammála Já, með það. þetta að gerast Þess vegna finnst í mér ekki Úkraínu. auðvelt að draga línu eða halda með einum umfram annan. Þess vegna held ég að vera bara að Mér finnst tala bara um svo þetta allt saman. hræðilegt að trúarbröð skuli skapa þetta ástand í Já, heiminn. en því miður, þá er þetta bara misjöfn gildi, sko, það er máli. Þannig að þú veist... En ef þú hefði nú bara töfrasprota hvað myndirðu vilja að gerðist eins og í þínum málum núna? Hver er Óskar staða? Hvað mikinn fjárstuðning til þess að takast á við þetta spilta kerfi sem við byrjuðum á að ræða fyrir í þættinu? Sko, þetta er örugglega nokkra milljónir sem að muni fara í þetta, sko, og líka með áfrýjuna, við þurfum náttúrulega að senda til Mannréttindadómstólsins. Það er alveg það þarf að setja þetta alltaf, skrifa þetta alltaf á ensku, borga þýðanda og svona, skiljið. Þú skiptur lögmann, það var einhver sem gekk úr skaftinu hjá þér. Já. Af hverju var það? Hann bara vildi það sjálfur. Hvernig ertu með núna? Hvernig ertu með núna? Hann heitir Hilmar Garðar Þorsteins. Og hann heldur semst áfram. Og ég skal alveg segja ykkur það, þetta er rosalega gróft, að það er verið að hóta mínu lögmennu líka, sem sagt, að verja mig ekki, annars hljóti þeir verða af. Þannig að við erum að tala það er mjög ljótir hlutir að gerast í okkar samfélagi. Og það vill enginn og það má ekki glemma, sko, ég er ekki að berjast bara fyrir sjálfan mig og börnin mín og mína, þú veist, mitt fyrirtæki er að berjast fyrir almenning í landinu. Annarkvort ætlum við þurfum að fá það hreint hvort við búum í lýðræðislegu réttaríki eða einhverju fasísku einsleitu samfélagi þar sem að ríkisstarfsmenn eru rétthæri heldur en almenningur. Hver er að senda svona skilaboð til lögmannana þína? Þetta eru lögmenn, sem sagt, þetta eru hæstaréttarlögmenn, þetta er háttsett fólk sem er að hafa samband við minn lögmann og hótunum. Hótunum? Já. Að hann, mun ekki fá verkefni? Fá ekki sakamál og ýmislegt, já. Bara honum verður gert lífi leitt. Þetta er alvarlegt. Já. Þetta er mjög alvarlegt. Þetta er bara í samræmi við allt sem þetta er búið að einkennast og það má ekki gleyma því að, sko, ég er búin að sæta réttastu sakbornings núna í verða áratug, saklaus manneskja. Já, fyrir ykkur upplognar ásakanir. Ég er þér mjög þakklátur, Margrét, að hafa þegið búið okkur að koma hingað og spjalla við okkur. Ég veit heilmargt þig, nú hef ég kynnst þér. Næst þegar ég lesa eitthvað sem þú skrifar, þá er ég í betri stöðun að þess að leggja mat á það. Og við erum ekki sammála alla hluti, heyrist mér. Nei, sem er ágætt. En það þurfum ekki að vera það. Mér finnst skemmtilegast að ræða fólk sem er ekki sammála mér öllu. En við erum sammála það að þegar kemur til átaka og fyrirlitningar á skoðunum, þá er kannski bara best að leiða fólk að borðinu og heyra í því. Frekar en að henda því út. Ég segi bara amen við því. Vegna þess að það er ekki sanngjarnt við einhverja einsleita umræðu. Og mönnum sem gert upp einhverja skoðanir og gert upp að vera einhver gríla og vond manneskja, en enginn vill ræða við mann, sko, og til að sýna fram á það eða ekki, sko. Og svo svona liggur við beðist afsökunar á því að við erum 2 en þú ert 1. En þetta var semst okkar tilraun að stýra þætti saman 2 og gekk ekki bara ágætlega. Jú, gekk bara ágætlega, var þetta ekki allt í lagi fyrir þig? Jú, bara takkjálega fyrir og bara... Ég fæ þess að tilfinningu að þú þurfir bara virkilega á því að halda halda utan þig. Æ, takk, Ertu með eitthvað í líðinu sem núna? Að halda utanum mig. Ég get alveg lofa því og ég finn fyrir mikil vernd. Guðlegri vernd og englavernd. En orðið bardaga kind, það lýsir þér? Já, ég er fighter og ég er líka keppnismanniska. Ég var rosalega góð í íþróttum þegar yngri og náði einhvern veginn, ég vildi alltaf vera best í öllu, sko. Þú veist, þannig að ég let allan aldrei, ég var allan mjög mikið keppnisskap og gat mér þess að vera pínu tapsástundum, sko. Þó ég hafi ekki oft verið að tapa. Já. En kæra þakkir fyrir þetta samtal og margt í þínu máli sem mér finnst alveg vert að staldra við og skoða betur. Takk fyrir kjalla. Já, takk Margrét. Takk fyrir. Þá förum við bara yfir í nýjan sálm. Kæru hlustendur, ekki fara langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar
og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.